Kverksuða ein af þeim suðaaðferðum sem algengast að nota þegar við erum að sjóða í málma. Við getum einnig soðið með stúfsuðu, en það ekki til umræðu hérna í dag. Við ætlum að verkefnið okkar í dag að sjóða kverksuðu með 0,8 mm stálvír. Við ætlum að sjóða það í plötu, í liggjandi stöðu eða PB. Vélina sem við ætlum að nota í þetta Mechatronic 300 púlsvél og við ætlum að leiða ykkur aðeins í gegnum það hvað við hugum að þegar við förum á stillum svona vél áður við förum að nota hana. Hilmar, starfsfélagi minn, ætlar að sýna okkur og leiða okkur í gegnum það. Hvað það fyrsta, Hilmar, sem við þarna svona skoðum þegar við erum að koma að svona vél? Nú vitum við það að við erum með 0,8 mm stálvíl og hvað byrjum við þá á? Jú, fyrsta sem við gerum náttúrulega að tryggja það að vélinn sé rétt stilt fyrir vírinn sem við ætlum að nota. Og þá smellum við hér á og þá veljum við þann vír sem við ætlum að nota og við erum með stálvír og við samþykkjum það. Svo getum við hérna valið þykktina vírnum og við erum með 0,8 mm vír og við samþykkjum það. Svo kemur að velja gasið og við erum með hérna Meson 18 sem 82% argon, 18% koltvísýringur. Þannig við erum með blandgas. Þá erum við búin að stilla vélina þannig hún veit hvað við ætlum að vera að gera. Nú, við vorum búin að setja á hann suðubarka á vélina. Já. Og við vorum búin að sjá til þess að í barkanum væri réttur leiðari. Þannig að hún væri með réttur spís og hulsu og allt væri klárt á þeim enda. En þegar maður horfir á svona á þessa suðuvél og annað, þá mjög myndrænt allt sem við sjáum þarna. Við sjáum til dæmis eins og amper, við sjáum vírhraða og við sjáum efnisþykkt. Af hverju sjáum við allt þetta? Til dæmis við ætlum að stilla orkuflæðið og við ætlum að stilla strauminn og af hverju er þetta svona mikið af upplýsingum sem við sjáum þarna? Jú, þetta svona synergísk vél, svona samhæfð. Samvirk, já. Eins og við vorum að þýða einhvern tímann að búa til, ekki? Það virkjar þá... Það alveg sama hverju ég hvort ég breyti strömmnum eða vírhraðanum eða efnisþykktinni, að það breytist allt. Þetta samvirkt. Ef við breyti einu, þá breytist hitt líka. Og hvern getur sýnt okkur það svona ef við... Eins og við sjáum hér að ef ég hækka strauminn, þá sjáum við að hann breytir bæði vírhraðanum og þessi áætlaði efnisþykkt hækka líka. Nú, næsta þarna fyrir ofan, þá þarna annar takki. Á svona vélum eins og þessar mjög gott að hafa fáa takka. Því að það einfaldar oft hlutina í stjórnun á vélum eins og þessum. En nú erum við með minni takka fyrir ofan. Hvað gerir þessi takki til dæmis? Með þessum takka hérna, þá getum við breytt spennunni á suðunni, sem þýðir það að við getum aukið og minnkað aflið í ljósbóganum. Og á þessu vélum þá sjáum við að hann sýnir svona grafískt hvernig suðan kemur til með að líta út. Hvort við fá svona kúftasuðu ef við erum komin í mínus og svo samanskapi ef við förum hér í plús og þá sjáum við. En þegar suðan verður svona íkolf eins og þarna, þá lengist ljósboginn. Hvernig með hitaflæðið í honum? Hvað gerist? Verður hún heitari? Já, hún heitari. Verður mikið heitari með því að við getum reglað sem sé ljósboga hitanum. Já. Nú hefur við tekið þá ákvörðun að sjóða í dag á púlsherandi. Og á þessari vél sjáum við að hún gefur okkur möguleika á púls. Hún gerir það og það í rauninni þá bara takkinn hérna fyrir niðan. Hér kveikjum við bara púlsinum. En þetta að stilla einhvað púlsin eða eitthvað, stilli möguleikar á því? Já, það hægt að stilla púlsinu hversu hraður púlsin Og við til þess að fullnýta svona vél eins og þessa, og við þekkjum það að þá í kverksuðunni, þá getum við haft púls í púlsinu sem sé tvöfaldan púls. Já. Og það virkar þá hvernig?
þá bara virkjum það hér. Þá er það í rauninni, þá erum við bara að stilla, þá fáum við púls ofan á púlsin sem voru með fyrir. En hverju getum við náð fram til dæmis því ef við værum að hugsa okkur við ætlum að sjóða þetta fallandi suðu og hvað hjálpar þetta okkur við það til dæmis? Jú, þá fáum við, þá erum við að fá hita og kulda þannig að við kælum aðeins suðubæði þannig að við fáum ekki við fáum svo fallegri áferðu suðuna, suðan verður, það er bara betra að sjóða með henni. Takk fyrir það.